Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur í jólabókaflóði, hvorki meira né minna, því að í næstu þáttum ætlum við að reyna að gera því einhver skil og mér til halds og trausts í því verður Aðalbjörg Bragadóttir, kennari við Menntaskólann á Akureyri. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Við ætlum að fjalla bækur frá Bjarti og Veröld, ekki satt? Jú, ég ætla að fara svona yfir helstu titlana og svona hvað spennandi í jólabókaflóðinu frá þeim í vetur. Akkurat. Já. Og hvar ætlum við að byrja? Við byrjum í Glæpunum. Í Glæpunum. Það bara gott að byrja þar. Já. Það hérna þessi nýja saga sem heitir Sykur eftir Katrínu Júlíusdóttur. Hún nú landsmönnum þekkt sem fyrrum ráðherra og alþingismaður. Já. Og sýnir hún heldur betur nýja hlið á sjálfu sér. Og stimpla sig inn með krafti því að þessi bók vann Svartfuglinn 2020. Hún sem sagt tekur þessi verðlaun og það nú gaman að ég er með 2 verðlaunabækur. Þótt ólíka séu en ég segi betur frá hinna eftir. En jú, Sykur hlýtur Svartfuglinn núna í ár og Svartfuglinn eru verðlaun sem eru veitt höfundum sem hafa ekki áður gefið út glæpasögur. Þannig að þetta eru svona óútgefnir glæpasagna höfundar. Sem hljóta þessi verðlaun og hún er handhafið þeirra í ár. Sagan er svona prýðilegt upphafsverk, ef við getum orðað þannig. Já. Og þetta er fyrsta saga Katrínar. Hún snýst fjallar morðmál og ef ég fer nú yfir þetta svona í lausu í stuttumáli, að þá er þarna maður í bláu upphæð bókar sem finnst látinn. Og þetta er svona sjarmur, flottur kall í samfélaginu sem starfar í stjórnsýslunni og við sjáum svona á og til að Katrín hefur innsýn inn í hvernig svona innviðirnir virka þarna í Reykjavíkinni. En það er hann Óttarkallinn sem finnst látinn í fjörunni á milli Eyrarbakka og Stokkseyri og liggur þar allt í einu, allur. Og í framhaldinu fer í gang rannsókn. Og hana, aðal persóna bókarinnar er rannsóknarkona hvað heitir hún aftur? Hún heitir ekki Björg, Sigurdís, akkurat, Sigurdís. Ég man að þetta var svona Viktor, svona einhver valkyrju bragur á henni. Já. En Sigurdís þessi, hún er sem sagt rétt 30, ung kona, svona uppleið innan lögreglunnar og vill gjarnan sanna sig og hún svona tekst á ýmis vandamál í rannsókninni. Ekki síst bara innanhús því að hún er, eins og segir, þetta er kona, hún er ekki það gömul og Katrín er svolítið að vinna með ákveðin svona gömul þemu sem við sjáum oft í glæpasögum að þarna erum við með svona unga rannsóknarkonu andspænis yfirmanninu sem er eldri, reyndari, svona meiri hundur og hún rekst líka á glerþakið, hún Sigurdís og þarf að svona sanna sig fyrir köllunum og svona í grunninn þá er þetta ágæt saga og allt í lagi flétta en svona ef við segjum það bara beint út þá er þetta ekki frumlegasta bókin í flóðinu í vetur sko. Nei. Og hún segir að sjálf Katrín að hún hafi dottið í svona hlaðvarpsþætti sanna glæpi og svona fengið svolítið á heilan að lesa morðmál og ýmislegt svona út í heimi og ein af þeim og ég er nú alveg tengið við þá ástríðu hjá henni sko. Og því miður langar mig að segja að bókin ber þess svolítið merki. Hér er ansi mikið af klisjum. Já. Og það er ansi mörg svona klassísk andstæðu pör sem við sjáum svo oft. Já. Það er þessi myndalegi svona sjarmerandi maður sem að virðist hafa allt í hendi sér en svo leynist þarna flagð undir fögru skinni og við erum með andstæðupörinn sko gamli kallinn og unga konan sem er að rannsaka saman og það er þarna eru líka svona aðilar sem koma inn í málið sem að svona eru gerðir grunsamlegir og nú er ég nokkuð reyndur glæpasagna svona lesari, ég les mikið af glæpasögum og fléttan var orðin mér sýnileg. Ég skil þig. Þegar ég var að detta í andan. Þannig að þeir sem lesa mikið af glæpasögum, þeir verða ekkert endilega fyrir einhverjum, það var ekki mikil uppljóstrun eða eitthvað þannig. Nei. En alveg skemmtileg afþreying. Hún er frekar létt aflestrar og mér þótt hún rennavél og svona, en svona samtölu stundu svolítið styrð. En fín afþreying og góð frumraun hjá Katrínu. Góð frumraun hjá Katrínu, það er ekki ammælt að fá þá umsögn. En hin bókin er líka verðlaunabók. Heldur betur. Og hér er ég með allt annað. Þetta eru ljóð
Þessi bók hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og það einmitt líka verðlaun sem yfirleitt veitt höfundur sem hafa ekki áður gefið út ljóð. Þannig hérna er fyrsta glæpasagan og hérna er fyrsta ljóðabókin hjá þessum höfundi og hún heitir Ragnheiður Lárusdóttir og bókin 1900 og eitthvað. Og þetta er mjög gott verk, verð ég að segja. Hér eru með, þetta er svona ljóðasaga og hún segir sjálf, hún Ragnheiður, að þetta eru svipmyndir, þetta eru 42 ljóð og hún segir svipmyndir úr eigin lífi. Og ég var nú svolítið bara rendið alltaf blind í sjóinn þegar ég fór þegar ég greip þessa og hún kom mér svo skemmtilega á óvart. Og ég bara, mér finnst þetta verulega vel unnverk og hún er virkilega pennafær og bara flott. Þetta eru, sem sagt, eins og ég segi, 42 ljóð sem Ragnheiður byggir að miklu leyti á sinni eigin æsku. Hún elst upp af Vestfjörðum í Önundarfirði og hún er fædd 1961 og er dálítið að tala tíma þannig milli 60 og 70 á Vestfjörðum þegar heiðar verða ófærar og það þarf að dröslast á einhverjum risajeppa til að ná í jólatréð svo hægt sé að halda jól og hvernig póstbíllinn kom kannski bara einu sinni í viku og svona ýmsar svipmyndir og maður skildi nú ætla að aðrir hafi nú skrifað þetta og þetta er nú ekkert nýtt að nálinni en svona í hennar meðferð, hvernig hún fer með þetta, þá hún glæðir þetta lífi. Og það er einhver innlagni og svona innileiki og nú er ég sko töluvert yngri en hún, en ég tengdi bara helling við þessa bók. Já, frábært að heyra. Já, ég hafði mjög gaman af henni og mér fannst skemmtilegt að hún tekur þetta svolítið í svona línulegri línu fyrir utan fyrsta ljóðið. En strax í fyrsta ljóði 2 segi ég, þá er hún 4 ára og svo verður hún alltaf eldri og svo eignast hún lítinn bróður og þetta er ljóðasaga. Já, og titillinn 1900 og eitthvað vísar kannski til þess að það skiptir ekki endilega máli með ártölin til og frá þó að þetta sé allt saman sótt í þennan sama Vissulega. Reynslubanka. Já, og ég var bara, mér fannst þetta gott hjá Ragnheiði og hún vinnur líka dálítið með það að hún er prestdóttirinn og svona hafði einhvern svona status en svo kannski stendur hún ekkert alltaf undir honum, skrifar ekki fallega eins og prestdóttirinn ætti að gera eða strákarnir lækki ekki að bjóða henni upp af því að hún er prestdóttirinn. Og þetta er svona, ég hafði alltaf gaman að þessu og hún er bara vel pennafær og svo kemur einhver svona einlægni í endan þar sem hún talar alltaf sín ótta við að gefa þetta út og svona leggja sér sjálfa sig svona fram en ég er ánægð. Já, mæli með. Hún hafði aldeilis erindi sem erfiði að gefa þetta út samt. Vissulega. Þannig að mjög hrifin og fínasta tilraun og fínasta afþreying. Fínasta afþreying. Frábært. Þá bara látum við þetta duga þessa vikuna en ég hlakka til að vera hérna með þér áfram í næstu viku að rýna í þetta jólabókaflóð. Það er víst engin endir á því. Nei, ég segi það bara með þér. Takk fyrir að koma. Takk.